Þjóðminjasafn Íslands opnar á morgun í glæsilegum og stórbættum húsakynnum við Suðurgötu í Reykjavík. Framkvæmdir hafa staðið í 6 ár enda reyndist safnhúsið mun verr farið en talið var í fyrstu og má segja að húsið hafi verið endurbyggt að stórum hluta. Fyrir lokun safnsins voru sýningar aðeins á einni hæð en verða nú á 3 hæðum, auk þess sem í húsinu verður fullkominn fyrirlestrasalur, sérútbúin kennslustofa til móttöku skólabarna, kaffihús, safnbúð, tölvuver og herbergi fyrir skemmtimenntun. Óhætt að segja að nýtt og endurbætt þjóðminjasafn verði stærsta og glæsilegasta minjasafn landsins sem allir Íslendingar geta verið stoltir af. Þjóðminjasafn Íslands telst stofnað 24. febrúar árið 1863. Þann dag færði Helgi Sigurðsson bóndi á Jöfra í Kolbeinsstaðahreppi Íslandi 15 forngripi með þeirri ósk að þeir verði fyrsti vísir til safns íslenskra fornmenja. Íslenskir þjóðgripir höfðu fram að þeim tíma einkum verið varðveittir í dönskum söfnum. Yfirvöld þáðu gjöfina og var Jóni Árnasyni þjóðsagnasafnara falin umsjá safnsins, en hálfu ári seinna fékk hann að ráða Sigurð Guðmundsson málara sem annan umsjónarmann. En Sigurður hafði fyrstur sett fram hugmynd stofnun safns af þessum toga. Starfið við Munasafnið er í rauninni kjarninn í safnstarfinu. Það er sem sagt söfnun og varðveisla og skráning og miðlun þekkingar sem hér fer fram og myndar í rauninni grunninn í starfi Þjóðminjasafnsins. Og hér fara fram rannsóknir á þeim gripum sem eru. Hér fer fram söfnun og skráning, sýningargerð og sem sagt að finna leiðir til að nota það sem að koma því í notkun og kynna og miðla þekkingu menningararfinn og því sem að hefur verið ákveðið að varðveita. Þjóðminjasafnið sem gengur í endurnýjun lífdaga á morgun byggir á gömlum grunni. 19. öldin var tími þjóðernisvakningar í allri Evrópu og Ísland var þar engin undantekning. Upp úr miðri öldinni var sjálfstæðisbarátta þjóðarinnar komin á góðan rekspöl og liður í því að minna Íslendinga á það hverjir þeir voru og hvaðan þeir komu var stofnun Þjóðminjasafns. Það má með réttu segja að safnið hafi verið liður í því að skerpa á þjóðernisvitundinni. Það var beint og óbeint vopn í sjálfstæðisbaráttunni. Stofnun þess á 19. öld var því ekki tilviljun. En það er ef til vill tímanna tákn að vangaveltur uppruna þjóðarinnar eru ekki síður mikilvægari í dag en fyrir 140 árum, nú þegar alþjóðahyggja fer vaxandi og erlend áhrif eru allt kring og mikilvægt að bregðast við með upplýstum og víðsýnum hætti. Í fyrstu var Þjóðminjasafnið oftast nefnt forngripasafn eða allt fram til 1911 að það hlaut lögformlega það nafn sem enn gildir. Fyrstu áratugina virðist frekar hafi verið litið á safnið sem geymslu, frekar en eitthvað sem ætti að sýna því safnið var til húsa á ýmsum háaloftum í bænum. Á Dómkirkjuloftinu, á háalofti í Tukthúsinu við Skólavörðustíg, Alþingishúsinu og Landsbankanum, uns það fékk inn í risi Landsbókasafns við Hverfisgötu árið 1908 ásamt 3 öðrum söfnum, en þar var Þjóðminjasafnið í fulla 4 áratugi. Það hefur sennilega verið svona, ég hef verið svona 8-9 ára þegar ég kom hingað fyrst. Ég man það nú ekki, samt ekki fyrstu komuna. En ég man vel þennan vetur 1949-50 sem var nú rauninni síðasti veturinn sem safnið var opið hér. Þá kom ég hingað svo að segja á hverjum einasta sundegi. Ég fann hérna ákaflega skemmtilegt andrúmsloft. Hér var auðvitað margt að skoða, gríðarlega margt að skoða. Þetta fangaði huga minn og ég var hér eiginlega allar þann tíma sem safnið var opið. Það var nú ekki opið mjög lengi, kannski 2,5 tíma. Eða þá ef það farið að vera í bíó á sunnudögum að þá var komið fyrst upp í söfnin og skoðað. Og ég held ég eiginlega hafi svona lært safnið utan að miklu leyti eins og var hér. Maður skoðaði hlutina, maður las skýringarnar og ég drakk í mig svona þennan fróðleik þessa grípi sem hér var að sjá og smám saman komst hugur minn inn á þetta svið og líklega þá hef ég hugsað mér að svona ég skildi helga líf mitt þessu sviði og sem varð.
Hér sátu gamlar konur og gættu safnsins og eins og var nú rýnkarengi suður á Suðurgötu. Sátu hér með prjónana sína og spjölluðu saman og kannski fannst þeim nú hálfgert ónæði ef einhver safngestur kominn. Það var sérstaklega ein, Bríet gamla Bjarnhéðinsdóttir, sem margir kannast nú við svona orðspori. Hún sagði þegar einhver var að spurja hana hluti, æ, þetta er eitthvað gamalt. Meira var það nú ekki. Fyrstu áratugina lögðu forstöðumenn safnsins áherslu á að útvega gripi frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar og gripi sem flokkast gætu sem listgripir. Með fyrstu þjóðminjalögum sem sett voru 1907 var lögð áhersla á söfnun forngripa, verndun fornleifa og gildir sá lagabókstafur efnislega síðan. Í Þjóðminjasafni varðveitt mikið af listgripum frá 17., 18. og 19. öld. Þar ber mikið á útskornum munum svo sem rúmfjölum, kistlum, lárum og öskjum, útsaumuðum og opnum textílum, málmsmíði bæði úr silfri og látúni. Mikið varðveitt af kvenbúningum og búningaskarti. Atvinnuminjar úr hinu gamla bændasamfélagi 19. aldar og upphafið þeirrar 20. sem og sjóminjar skipa stóran sess í safninu. Síðustu áratugi 20. aldar hefur safnið veitt viðtöku ýmsum gripum sem flokkast sem samtímaminjar og tilheyra daglegu lífi nútímamanna, svo sem leikföng og búshlutir. En þó sýningahald sé ákaflega mikilvægur þáttur í starfi Þjóðminjasafnsins má eiginlega segja að það sé aðeins toppurinn á ísjakanum. Það kemur sjálfsagt mörgum á óvart að heyra að á Þjóðminjasafninu starfa á 5. tug starfsmanna við rannsóknir ýmiss konar, forvörslu og miðlun. Þjóðminjasafnið rekur stærsta forvörsluverkstæði landsins en þar hefur undanfarin ár verið sérstakt átak í forvörslu gripa sem verða á nýju grunnsýningunni. Forvarsla hefur það að markmiði að stuðla að langtíma varðveislu menningarsögulegra gripa. Þar sem þessir gripir geta verið af ólíku tagi, sérhæfa forverðir sig innan ákveðinna greina forvörslu, svo sem pappírs, forngripa, málverka og textílforvörslu. Forvarslan einhvers konar læknisfræði, nema kannski að sjúklingarnir okkar eru ekki fólk en listmunir. Sem við erum fyrst og fremst að gera, það er að reyna að finna hvað eru vandamálin og hvernig er hægt að koma í veg fyrir skemmtir og reyna að stoppa þær. Og nokkuð minn koma bara safngripina í umhverfi sem er nú stabil til að tryggja varðveislu. Náttúrulega í dag er forvarslan aðalega spurning að varðveita munina eins og þeir eru. Þannig við erum ekkert að reyna að laga útlitið og við erum bara þvert á móti að reyna að varðveita notkunarmerki. Hér er unnið að viðgerð á hökli Jóns Arasonar en hann er frá því skömmu eftir aldamótin 1500. Jón lét gera hökulinn í Þýskalandi en hann var sendur til varðveislu í Kaupmannahöfn árið 1856 og var það líklega til þess að bjarga honum frá glötun. Þjóðminjasafnið fékk þennan kjörgrip svo aftur til varðveislu árið 1930. Viðgerðin hefur tekið rúmt ár. Maður saumar ekki nýtt. Það sem er farin útsaumur eða annað munstur, það er bara farið. Heyrir sögunni til. Og ef það eru göt, þá reynir maður bara að setja bót eða efni á bakvið sem að fellur vel inn í litin að það verði ekki mjög ábyrrandi. Þannig að það sé fallegra. Var Jón Arason þennan hökul, finnur eitthvað fyrir honum? Nei, sem betur fer eiginlega. Skils mér. Miðað við það sem að lesa hann. Skínandi var skrúðinn einn sem skengti hann heim til hóla. Með flaugeli allur fagur og hreinn
flúraður í þeim skóla sem langt í löndin Aldrei borið hefur annað slíkt enn fyrir sjónir mér, veit ég fátt svo fólkið ríkt að finni hans líkan hér. Við lítum nú á þennan hökull. Þetta heilmikill feldur, gríðarlega stór hökull og hefur verið síður á lágvöxnum manni vafalaust. Í forvörslu mætast ólíkar fræðigreinar svo sem efnafræði, eðlisfræði, líffræði, listasaga, fornleifafræði, sagnfræði, þjóðfræði og siðfræði. Forvarsla gripa byggist á skilningi á vísindalegum eiginleikum þeirra efna sem gripirnir eru skapaðir úr, hvernig þessi efni eldast og bregðast við áhrifum umhverfisins. Einnig sögulegt samhengi gripanna mikilvægt og getur því haft mikil áhrif á meðferð þeirra. Öll efni sem notuð í viðgerðir eru vandlega valin með tilliti til þess að þau skaði ekki gripina og að unnt sé að fjarlæga þau síðar. Hér Ólafur Ingi Jónsson forvörður til að mynda að hreinsa brík frá því 1300. Vandamálið hér gömul viðgerð sem mjög til líta. Ólafur Ingi hefur horft á þetta listaverk í gegnum smásjá í 9 mánuði. Og áætlaður tími gæti ímyndum mér gæti verið 1 ár í viðbót. Í tilefni Alþingishátíðarinnar 1930 afhentu dönsk stjórnvöldum 200 íslenska dýrgripi úr dönskum söfnum og fjöldi íslenskra listgripa barst einnig frá Noregi. Þjóðminjasafninu óx því nokkuð ákveðið fiskur hrygg. Hálfri öld eftir að frumgripirnir 15 komu til varðveislu voru safnfærslurnar orðnar yfir 6.000 en í dag 60.000 gripir í vörslu Þjóðminjasafnsins auk fjölda mynda í einstöku myndasafni. Í myndasafni Þjóðminjasafnsins eru varðveittar 2 milljónir mynda. Það mjög fjölbreytt myndefni, bæði spannar það einhver 250 ár. Það eru bæði teikningar, vatnslitamyndir, málverk, en fyrst og fremst ljósmyndir. 95% myndana eru ljósmyndir og þá aðalega frá 20. öldinni en einnig frá seinni hluta 19. aldar. Þessar myndir hafa borist hingað með margvíslegum hætti. Þær berast svona frumkópjur af myndum eins og við horfum á hér. Þær berast fyrst og fremst við eigendaskipti, við uppgjör á dánarbúum og annað slíkt. En síðan hafa borist hingað ljósmyndasöfn frá atvinnuljósmyndurum, áhugaljósmyndurum sem hafa gefið þau eftir sinn dag eða jafnvel meðan þeir voru enn lífs. Og það uppistaðan í myndasafninu. Upphaf sérstakrar myndasöfnunar Þjóðminjasafnsins má rekja aftur til ársins 1908 þegar að sérstakt mannamyndasafn var sett á fót innan safnsins. Tímamót urðu þegar að safn frá ljósmyndastofu Sigfúsar Eymundssonar var keypt til Þjóðminjasafnsins árið 1915. Með því var mörkuð sú stefna að safna plötu og filmusöfnum frá atvinnuljósmyndurum. Rannsókn á þjóðháttum eitt af starfssviðum Þjóðminjasafnsins. Frá árinu 1960 hefur meira en 17.000 frásögnum daglegt líf Íslendinga verið safnað. Þetta gert með því að semja spurningaskrár sem sendar eru út til eldra fólks. Sendar hafa verið út meira en 100 spurningaskrár en svör við þeim ásamt öðrum þjóðháttaupplýsingum sem berast eru uppistaðan í heimildasafni Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins. Þetta bara hluti af því að varðveita menningararfinn og þetta hefur verið gert í öllum nágrannalöndum okkar. Það hefur verið þar þjóðháttastofnanir eða þjóðháttadeildir við háskóla og söfn. Það safnast náttúrulega inn alls konar fróðleikur vinnubrögð sem tengjast gripum sem á safninu og svo náttúrulega siði og venjur og allt mögulegt sem ekki safnað annars staðar. Og flestum þykir nú akkur í því að eiga einhverjar upplýsingar sína menningu. Þjóðminjasafnið stendur einnig fyrir fjölbreyttri útgáfustarfsemi og spannar útgáfan allt frá rannsóknarskýrslum til metnaðarfullra sagnfræðirita. Þjóðminjasafnið vísindastofnun sem sinnir meðal annars rannsóknum á fornleifum og forngripum. Þannig tekur Þjóðminjasafnið þátt í fornleifauppgreftri víða land á hverju sumri.
Fornleifarannsóknir Þjóðminjasafnsins, þær hafa náttúrulega frá upphafi alltaf verið mjög mikilvægur þáttur í starfsemi safnsins. Þær felast fyrst og fremst í því að rannsaka merka staði, minjastaði, og lengst af hafa þær verið þannig að þetta hefur verið neyðarrannsóknir. Því að eitt af mikilvægustu hlutverkum safnsins hérna á árum áður, það var að sinna öllum neyðarrannsóknum þar sem fundust forngripir í jörðu og óvæntar minjar komu í ljós við framkvæmdir. En núna höfum við skipt hlutverk, við sinnum ekki þessu stjórnsýslulega hlutverki lengur og núna þetta fyrst og fremst rannsóknaruppgreftir. Það kemur kannski einhverjum á óvart að heyra að Þjóðminjasafn Íslands hefur 43 hús vítt og breitt landið í sinni umsjá. Húsasafnið kjarni safnkosts Þjóðminjasafnsins á landsbyggðinni. Safnið stendur að viðgerðum og viðhaldi á húsunum og rannsakar þau sem og gamla byggingararfinn almennt. Húsin í safninu lágu hver undir skemmdum og til stóð að rífa önnur þegar að Þjóðminjasafnið greip inn í og forðaði þeim frá eyðileggingu. Enda byggingaarfur okkar einstakur og það mat sérfræðinga að torfbæir Þjóðminjasafnsins séu einstækir í heiminum og eigi sem heild erindi á heimsminjaskrá UNESCO. Þjóðminjasafnið gegndi einmitt forystu hlutverki með tilnefningu Þingvalla á heimsminjaskrá UNESCO sem samþykkt var á árinu 2004. Var það liður í að leggja styrkan grunn fyrir Þjóðminjasafn Íslands, flaggskips íslenskrar þjóðminjavörslu. Seinni heimsstyrjöldin var uppgangstími á Íslandi. Velmegun jókst og bjartsýni þjóðarinnar var mikil árið 1944 þegar sjálfstæði blasti við með lýðveldisstofnun. Þjóðminjasafnið var því ofarlega í hugum ráðamanna við nýtt upphaf í sögu Íslands. Því bar verðugri sess en háaloftið í safnahúsinu við Hverfisgötu. Þess vegna var það sem Alþingi ákvað að færa þjóðinni morgungjöf við stofnun lýðveldis árið 1944. Gjöfin var nýtt reisulegt hús undir Þjóðminjasafn Íslands við Suðurgötuna. Hús sem var tekið í notkun árið 1950. Þjóðminjasafnið hefur alltaf verið þjóðinni kært, enda geymir það helstu gersemar okkar Íslendinga. Börnin hafa verið aufúsu gestir á safninu í gegnum áratugina og tengst því sterkum böndum, enda var á Þjóðminjasafninu hægt að nálgast á upplifun sem best tengir mann sögunni. Já, ég myndi segja að þegar ég var að alast upp, að þá hafi Þjóðminjasafnið verið alveg svona föst stærð í vitundinni að fara á Þjóðminjasafnið. Og mig rámar svona í spariklæddar fjölskyldur. Maður spurði hvert eru þið að fara á Þjóðminjasafnið. Og svo fór maður sjálfur einmitt með foreldrum sínum og skólanum. Og á náttúrulega svona, það meira svona myndir frekar en minningar sem að það eins og beinagrindinni og haugfénu. Svo finnst mér dálítið að maður upplifði Þjóðminjasafnið sem svona dálítið spennandi stað að þetta, þegar við strákarnir vorum til dæmis að fara í bæinn og vorum að fara í rúllustigann í Kjörgarði sem var eini rúllustiginn í landinu og ógurlegt sport og skoða sjónvarpstækið í Hafnarstræti þar sem við sjáum sjálf okkur. Og þá að komum við á Þjóðminjasafnið, en þetta var aðalega til að ganga svona ganga og fíla andrúmsloftið. Fornar súlur, flut á land í den tíð. Ég bjó hérna á Fálkagötunni, rétt hjá, og við vinkonurnar sem ólust upp hér saman á þeim árum. Við fórum hér vítt og breitt svæðið og einn helsti staðurinn til þess að koma við var Þjóðminjasafnið. Og þó að það sé töluvert langt síðan þá þetta vekur þessi staður upp ljúfar endurminningar og einstaklega gaman að koma núna aftur upp í húsið því þá koma minningarnar fram. Svona það sem vakti athygli mína var grundarstóllinn svo kallaði, stóll Þórunnar Jónsdóttur, Jóns Arasonar. Ég veit ekki hvort það sé út af
því ég er sjálf kaþólsk og mér fannst þetta vera tengt svona þeim tíma þegar við vorum að standa í hvað mestri sjálfstæðisbaráttu við Íslendinga. Og mér fannst ég upplifa hana mjög sterkt þegar ég var í kringum þessa hluti sem að tengjast siðaskiptunum hér á Íslandi. Og enn fleiri munu eignast góðar minningar úr Þjóðminjasafninu þegar það opnar á ný, glæsilegra en nokkru sinni. Síðustu ár hefur staðið mikil uppbygging og endurskoðun á allri starfsemi Þjóðminjasafnsins. Það er búið að gangi gegnum miklar endurbætur á safnhúsinu, gjörbreyta þar allri aðstöðu til miðlunar. Í húsinu er núna góð aðstæða til sýninga, til hvers kyns fræðslu, til skemmtunar. Það er góð aðstæða til að veita góða þjónustu til safngesta. Hérna verður safnbúð og spennandi kaffihús. En fyrst og fremst er hérna núna í húsinu aðstæða til að vera með vandaða grunnsýningu sögu Íslands, þar sem við vinnum með spurninguna hvernig verður þjóð til og erum að velta því fyrir okkur hver við erum og hver er okkar fortíð, hver er okkar saga, hver er okkar menningararfur, hver eru við? Það er raun og veru spurningi sem við erum að vinna með í nýjum sýningum. Í undirbúningsvinnunni þá höfum við tekið mið af grunnhugmyndinni hvernig verður þjóð til og þegar gesturinn kemur inn á sýninguna þá mun hann koma í fyrsta söguhólfið en sýningin skiptist við 7 söguhólf. Í hverju söguhólfi er lykilgripur sem segir honum tímabilið. Einnig getur gesturinn fyrirhitt íbúa tímabilsins og eins og í fyrsta söguhólfinu sem er frá 800 til 1000 þá fyrirhittir hana ástríði landnámskonu. Við höfum líka áhuga að sýna gestunum á annan hátt menningararfinn þannig að hann getur farið í ýmsar margmiðlunarstöðvar sem er með það ákveðið efni eins og til dæmis uppruna Íslendinga, landnámubók, kuml. Margmiðlun er notuð á grunnsýninguna mjög markvissan hátt. Við notum hana fyrst og fremst til þess að segja þá hluta menningarsögunar sem er erfitt að lýsa með gripum í sýningu. Við til dæmis erum með margmiðlunarefni móðuharðindin eða stjórnskipan þjóðveldisins sem er erfitt að setja upp í sýningu en er jafnframt nauðsynlegt að segja frá í sýningu sem að segja menningarsögu þjóðarinnar frá upphafi til nútímans og margmiðlunin nýtist mjög vel í fræðsluleiðsögnum og bara fyrir hinn almenna gest og hefðar til margra. Safnfræðslan er ætluð öllum gestum safnsins og fyrir fullorðna gesti eru leiðsagnir bæði almenns eðlis og sérhæfðar leiðsagnir sem sérfræðingar safnsins sjá um afmarkaða þætti og svo helgar verða fjölskylduleiðsagnir. En stærsti hluti safnfræðslunnar er skólaheimsóknirnar og þar munum við taka á móti hópum allt frá leikskóla og upp í framhaldsskóla. Síðan er líka mikill áhugi að fólk geti lært í gegnum leik þannig að við höfum rými sem við kosum að kalla skemmtimenntun. Þannig að þar getur gesturinn farið, börn og fjölskyldur og leikið sér saman en lært á sama tíma. Og ennfremur þá erum við líka með margmiðlunarsetur eða margmiðlunarstofu þar sem fólk getur sest niður og farið í gegnum tölvur og náð sér í efni og ítarefni við sýninguna og í rauninni tekið upp bækur og lesið sér til skemmtunar. Þannig að við viljum mjög gjarnan með þessu nýja safni koma til móts við nútíma fólk með nýjungar í miðlun og sýningunni. Eins og við höfum séð þá eru sýningarnar mjög nútímalegar. En ýmsu tækni er beitt til að miðla sýningunum á sinn fjölbreytilegastan hátt. Það má kannski segja hér frá því að þessari tækni öll, hún er fengin í nánu samstarfi við atvinnulífið. Mjög skemmtilegur vinkil sem hér er komin inn. En það eru ekki eingöngu sýningarnar sjálfar sem eru nútímalegar. Húsið sjálft, enda þótt að sé nú orðið ríflega hálfrar aldar gamalt. Það er orðið í dag eins og það hafi hreinlega verið byggt frá grunni. Hér eru hin ýmsu nútímalegu kerfi sem gera okkur kleift að sýna þjóðminjarnar við kjöraðstæður. Þannig að markmið okkar með nýrri starfsemi er þetta að ná til Íslendinga almennt. Við viljum gjarnan ná til fjölskyldna, ná til skólabarna, skólanemenda, listamanna, háskólasamfélagsins. Við viljum gjarnan ná til sem allra flestra og auðvitað gesta okkar. Þannig að við getum haft áhrif á umræðu í samfélaginu, aukið víðsýni fólks, aukið þekkingu og styrkt sjálfsmynd Íslendinga og hafa áhrif á umræðu í þjóðfélaginu, áhrif á viðhorf, áhrif á víðsýni. Þannig að okkar hlutverk er meðal annars hreinlega að stuðla að betra samfélagi.
Á morgun 1. september verða mikil tímamót í starfi Þjóðminjasafns Íslands þegar að sýningahúsið við Suðurgötu verður opnað þjóðinni á ný. Þjóðminjasafnið afar mikilvægt fyrir okkur öll, alla Íslendinga og fyrir okkar þjóðarsál. Þjóðminjasafnið að mínu mati ákveðin brú okkar Íslendinga við nútíma Íslendinga við fortíðina, við söguna, sögu sem við erum afskaplega stolt af og viljum líka með einhverju móti tengjast henni með áþreifanlegum hætti. Og þess vegna auðveldar Þjóðminjasafnið okkur þessi tengsl sem að skipta okkur svo miklu máli því að þessi tengsl við fortíðina segja okkur hver við erum, á hverju við höfum orðið þessi þjóð sem við í raun erum í dag. Og fyrir vikið að þá, að mínum mati, að þá auðveldar Þjóðminjasafnið okkur líka að ganga hnarreist á vit nýrra ævintýra. Við göngum vel nestuð á vit framtíðarinnar með það sem að Þjóðminjasafnið hefur upp á að bjóða.